Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Ég staddur í Hlíðarfjalli, þar sem að 43. Andrésar andarleikarnir fara fram núna í vikunni. Stelpur, Andrésar andarleikarnir, er þetta skemmtilegasta mót ársins? Klárlega. Hafið þið keppt oft áður á Andrésarleikunum? Já. Hversu oft? 8 sinnum eftir. 5. skipti. 8. Hvernig hefur gengið hingað til? Bara ágætlega. Mjög vel. Þegar maður dettur ekki. Já. Hvert er stefnan sett núna? Á að vinna þetta í ár? Já. Hvernig er að koma hérna í Hlíðarfjall að skíða? Það er bara geggjað, sko. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you Í hverju er að fara að keppa? Síðast alpagreinum. Já, bara núna er að fara æfingu fyrir Andrés. Og hvernig heldur þau að ykkur muni ganga? Gengur alltaf vel. Bara ágætlega, sko. Okkur ekki. Vonandi. Á ekki að vinna þetta? Jú. Stegar, þú slátrar. Já. we're only here to make you. We're only here to make you go. 43. Andrésar andarleikarnir, það er vantilega komin einhver reynsla á þetta, ekki? Jó, þetta er batteri sem er komin vel og góð reynsla á. Þetta gengur ótrúlega smurt miðað við stærð. Hvenær byrjaði að skipuleggja mótið? Svona viku eftir að síðasta móti lýkur. Fundum hvern einasta þriðjudag í mánuði, alltaf eftir áramót og alla einn þriðjudag í mánuði bara frá því að síðustu leikar klárast. Þannig að það er allt árið undir og það má segja að þetta sé uppskeruhátíð sem hérna fer fram. Hérna fer uppskeruhátíðin fram fyrir 15 ára yngri í skíðaíþróttinni. Nú eru þetta ekki fyrstu Andrésar andarleikarnir, erum við að sjá kynslóðir mæta saman, fyrrum keppendur mæta með sín börn á leikana? Já, það er svolítið svoleiðis núna og það er eiginlega þeir sem voru keppendur hérna, þetta eru hörðustu foreldrarnir í dag, mest lagt undir. Hvernig er stemmingin á mótsdag? Er þetta keppni númer 1, 2 og 3 eða er gleðin við völd? Nei, það er nú auðvitað keppni en það er gleðin. Þetta eru leikar, hér koma allir saman til að hittast, gera góða hluti en samt. Þetta eru leikarana menn fara hérna glaðir allir. Í hvað greinum verður keppt hérna á leikunum? Það er keppt í alpagreinum, göngum og svo snjóbrettum. Er einhver nýjung hérna í ár á leikunum? Já, nýjungbrettin eru ekkert gömul inn í þessu, en það er, komið bara sjáið, það verður eitt sem á eftir að koma mönnum óvart og vera mjög skemmtilegt hérna. Hvernig hefur veturinn verið hérna upp í Hlíðarfjalli? Hann er búinn að vera alveg ágætur. Þetta búið að vera svona upp og niður en aðalega upp og ég held að það verður bara, þegar við förum að telja upp á kössunum þá verður þetta bara alveg þokkalega vetur. Nú má búast við töluverðum fjölda á Andrésar andarleikunum. Eru þið vel undirbúin? Já, það er nægur snjór og menn er nú að halda þetta í 40 og eitthvað skiptið þannig að það ætti nú alltaf að vera orðin þokkalega sjóaðar í þessu. Þarf að manna mikið aukalega fyrir svona leika? Nei, þetta er ekki það sem við kemur okkur og þá er þetta bara svona eins og venjuleg stór helgi þannig að við erum ekki að bæta neinu við en það verður mikið af fólki samt í alls kyns störfum. Eru mörg mót á ári hérna í Hlíðarfjalli? Já, þau eru nokkur. Það eru svona byggamót og innanfélagsmót og svo náttúrulega Andrésar andarleikarnir, þeir standa upp úr. Það er fjölmennasta mótið sem er hérna í fjallinu? Já, alveg klárlega. Mjög stort. Hvernig er spáin? Ertu búinn að skoða hana? Já, hún er bara góð. Það á að vera meiri hiti á morgun og svo á að fara kólnandi. Og fylgist þú náið með leikunum og hefur gert kannski einhver ár? Já, maður svona kíkir á þetta og sér þetta efnilega skíðafólk koma og renna sér hérna. Hérna eru krakkar að byrja að tínast inn fyrir mótið. Hvað er í gangi hérna núna? Hérna erum við með svo kallar æfingabúðir fyrir 12 til 15 ára sem þá koma allir að landinu og æfa hérna mánudag, þriðjudag og miðvikudag fyrir Andrés. Svona að vera að þétta hópinn saman og leyfa mönnum að skíða í brekkunum sem þeir keppi í. Hvað er að tala um marga keppendur? 864 í ár og svo eiga eftir einhverjir að bætast við. Gotta make it on time.
Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side to where the butter. Hvað að fara að gera núna? Eru þið núna að fara að æfa fyrir mótið? Já, við erum í Andrésarbúðunum fyrir mótið. Þetta er svona æfingabúðir. Fara öll liðin í þessa búðir fyrir keppnina? Bara þessi skrá sig, en þetta er mjög vinsælt, það er mjög margir. Þannig að það eru næstu allir. Það eru að næstu allir mættir hérna fyrir mótið á Andrésarbúðina? Já. Já, en samt, bara krakkarnir í 7. til 10. bekk. Sá aldur. Hvernig er stemmingin hérna á mótinu? Æðislega. Það er gaman að koma og hitta alla krakkana. Er maður að kynnast mikið að nýju? Já. Eins og stundum eru bara krakkar sem að þekkjast ekki neitt sem að lenda saman í herbergi. Þannig að maður getur bara kynnst fullt af nýju fólki. Hvert stefnið þið í skíðaíþróttinni? Alla leið. Já. Alla leið, hvað þýðir það? Bara. Ólympíuleikana. Já, ég veit. Ólympíuleikana. Bara eitthvað að komast langt. Já. Halda fram. Hvað þýðir langt? Bara... Ólympíuleikarnir. Já. Hvert er stefnan að segja? Ólympíuleikarna. Það er engin spurning? Engin spurning. Mælirðu með því fyrir bæjarbúa að koma upp í fjall og kíkja á leikana? Endilega, þetta er bara hátíð hérna í fjallinu og hér verður ýmislegt í boði og fullt af efni við að horfa á. Hver eru bestir? No time to rest. Just do your best. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.